Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi. Núna erum við að nota miðvikudagana í að fara svolítið yfir kvótakerfið. Síðast fórum við yfir svindl í sjávarútvegi, alveg frá brottkasti og svindl fram með vikt og svo kallar faktúrusvindl og hvernig hagnaðurinn er tekin hér og þar, geymdur í útlöndum, notar í mútur og til skattsvika og alls konar svoleiðis. Það var í síðasta þætti. Nú ætlum við að skoða áhrif kvótakerfisins á sjávarbyggðir og til þess að hjálpa mér við að skilja það er hingað komin góður hópur af fólki. Hérna er Aðalsteinn Árni Baldursson, hann er formaður Framsýnar á Húsavík. Hér er líka Sveinbjörn Jónsson, fyrrverandi sjómaður að vestan. Hérna er Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda og Unnur Dís Skaftadóttir sem er prófessor í mannfræði og rannsakaði stöðu kvenna í sjávarbyggðum eftir kvótakerfið. Og hér eru tveir þingmenn, fyrrverandi, Ólína Þorvarðardóttir og Sigurjón Þórðarsson. Verið öll hjartalega velkomin. Hérna, það er nú vitað að það landsvæði sem að kannski misti frá sér mesta kvóta, kannski að frádregnum Suðurnesjum sem hérna, hefur kannski ekki verið eins mikil athygli á og eru Vestfirðir. Ólína, þú hérna, geturðu dregið það upp svona hvaða áhrif kvótakerfið hefur haft á byggðirnar fyrir vestan? Já, það er náttúrulega ekki nokkur spurning að kvótakerfið hafði alveg gríðarlega áhrif á byggðirnar fyrir vestan. Við Ísafjarðardjúp, bara við djúp, þá man ég eftir að minnsta kosti 6 skuttogurum það leyti sem kvótakerfinu var komið á. En eftir að því var komið á og sérstaklega náttúrulega eftir að frjálsa framsalið tók gildi, að þá urðu þau umskipti að byggðirnar fyrir vestan mistu frá sér veiðiheimildir, mistu náttúrulega frá sér togarana, fiskvinnslufyrirtæki voru seld, útgerðir voru seldar og sameinuðust öðrum útgerðum annars staðar á landinu, fiskveiðiheimildirnar fylgdu skuttogurunum út úr byggðarlaginu og fiskvinnslufyrirtækin lögðust af, mörg hver þeim snar fækkaði. Og þannig að þessi lífæð sem að sjávarútvegurinn hafði verið fram að þessu, hún bara, æðasláttur hennar bara minnkaði og dó. Og við höfum séð náttúrulega hverja skýrsluna fætur annarri á þeim áratugum sem síðan hafa liðið, sem sýna það að þarna eru sum byggðarlögin bara ekki svipur hjá sjón. Fólksflutningur út af svæðinu, sérstaklega til höfuðborgarsvæðisins, hefur verið mjög mikill og flestar byggðirnar núna berjast í bökkum í mannfæð og rýrnandi atvinnustig og erfiða innviða uppbyggingu sem afleiðingu af þessu kerfi. Við vitum auðvitað að kerfinu var komið á að minnsta kosti annar tilgangur þess var að vernda fiskistofnana og stýra veiðunum, það var einn tilgangur. En þegar við tölum kvótakerfið og afleiðingar þess, þá erum við að tala þá gerð kerfisins sem var innleidd, sem fól það í sér að örfáum, þeim sem voru starfandi í útgerð á þeim tíma sem kerfinu var komið á, þeim var úthlutað öllum aflaheimildunum sem til skipta voru og svo var kerfinu skellt í lás. Og það er bara sambarilegt við það eins og við myndum bara segja núna við Reykvíkinga, það verður ekki byggt meira í Reykjavík og þeir sem eiga þar húsnæði núna fá að eiga það húsnæði til allra framtíðar og aðrir sem þurfa að þakka yfir höfuðið verða að gera svo vel og leigja af þeim sem fyrir eru. Það mun ekki koma til viðbótar. Þannig í reynd kvótakerfið í praxís eins og það var hannað og það sjá það náttúrulega allir að þessu fylgdi mjög mikið ójafnræði og bæði náttúrulega skortur og atvinnufrelsi. Það var lokað nánast fyrir alla möguleika á nýliðun og þeir sem höfðu heimildirnar í höndum að þeir gátu fénýtt þær, verslað með þær og fénýtt þær til dæmis með því að leigja þær frá sér. Og þetta hefur þýtt mikla samþjöppun og misskiptingu í sjávarútvegi allar götur síðan. Þannig að nú erum við komin með
ígildi auðvaldsstjættar inni í sjávarútveginum og svo bara einhvers konar leiguliðakerfi þar við hliðina. Má ég spyrja þig, á hverju missa Vestfirðingar kvotan frá sér? Nú styðst á miðið þar, ef þetta snýst hagkvæmni og góðan rekstur og hverjir eru bestu sjómennirnir, þá hefði maður nú kannski veðjað á Vestfirðinga, eða snerist þetta kannski það hverjir höfðu best aðgengi að fjármagni og það skiptir mér máli og Vestfirðingarnir höfðu það ekki. Kanntu skýringar á því, á hverju Vestfirðingar missa frekar frá sér kvóta en hann safnast upp í Eyjafirði og í Reykjavík og á Austurlandi? Það var náttúrulega vegna þess að strákarnir á norðan sem svo voru kallaðir í ágætum myndaflokki verbúðinni, þeir keyptu útgerðina, þeir bara keyptu útgerðina og skipin og menn sáu ekki fyrir hvaða afleiðingar það hefði, menn seldu að ég held til dæmis Guðbjörgina í góðri trú og töldu að þar með væru þeir að treysta í sessi atvinnulífið á staðnum vegna þess að eins og þú segir að þá styst á miðin, fiskveiðiauðlindin hún bara þarna ríkulegust beint út af Vestfjörðum en sko eftir að þessi eigendaskipti höfðu átt sér stað að þá í raun og veru tóku bara einhver önnur lögmál völdin og Vestfirðingar mistu frá sér veiðiheimildirnar með skipunum, það var það sem gerðist út af eignaskiptum og útgerðarfyrirtækjum og samruna. Það mjög flókin saga sem erfitt að fara að rifja upp svona eins og staðan en í grún og búnd þá það þetta sem gerðist. Sveinbjörn, kvótakerfið, hvernig fór það með Vestfirði? Hver var þín upplifun, þín reynsla? Já, þetta nokkuð rétt hjá henni en það vantar inn í þetta þegar að kvótakerfið sett á þá aflasamsetningum í Íslandi þannig að það verið að veita tiltölulega smáan fisk á Vestfjörðum. Það uppeldisstöðvar sem verið að nýta og þá voru menn að veiða þetta á Íslandsmiðum kannski upp undir, í heildina með útlendingunum kannski árin áður upp undir 400-500.000 tonn á ári. Og það byggðist á því að veiða alltaf mikið að smáfiski og með því að grísa mikið að smáfiski þá skaparðu möguleika fyrir vöxt í þeim árgangum sem getur ekki orðið ef hann ekki grísið. Og það sem hluti af því sem olli brottstreymi kvóta frá Vestfjörðum var á þeim tíma að fiskverð var breytilegt eftir stærðum og stór fiskur var miklu dýrari en smárfiskur. Þar af leiðandi þá leiddi kvótasetningin strax til þess að það var miklu ef þú borgar eitt verð fyrir kvóta en fær síðan að borga kannski tvöfalt verð fyrir stórfisk og með þess að borga fyrir smáfisk, þá það alveg augljóst mál að kvótin hlýtur að flytja þangað sem að mikið hægt að veiða stórfiski. Og það var þannig þá að það var ekki hægt að gera það mikið á Vestfjörðum. Það var, ég reyndar að beðin að gefa skýrslu þetta á 9. áratugnum fyrir útvegsmanna, líklega vinnuveitendasamband Vestfjarða sem vorum í samningum og þeir báðu mig að gefa áætlun það og ég spáði því að allir kvóti myndi fara til Grindavíkur og Vestmannaeyja þá strax. Og það kannski höfuð ástæðan fyrir því að kvótin byrjar að flytja snemma því að sá sem ætlar að nota kvótan sinn til að veiða fisk sem helmingi ódýrari en einhver annar sem þarf að borga sama verð fyrir kvótan, fær fyrir fiskinn sem hann landar, hann hlýtur að standa miklu verðs. Og þetta eina ástæðan líka. Svo náttúrulega það sem veldur þessari röskun náttúrulega miklu alvarlegra og það að stela frelsinu til veiða af sjávarbyggðum landsins náttúrulega glæpur sem aldrei hefur gerður upp. Verður kannski aldrei gerður upp. Má ég biðja þig, Sveinbjörn, getur lýst því hvaða áhrif það hefur á samfélag, sjávarsamfélag þegar kvótinn fer fyrir þá sem ekki hafa upplifað það? Af hverju það svona stór glæpur? Já, það gerist nú líka kannski eins og Ólína sýndi fram á að sveitarfélag sem með kannski einn atvinnurekanda sem stendur undir kannski 70-80% af vinnu í þorpinu. Í okkar tilfelli var hann komin í eigu sambandsins sem riði allir falls. Og það byrjað á því að það leitað allar að ráða. Ég hafði mikla samúð með stórmennunum sem þá stýrðu þessum öllum útgerðum og minnist þess að Guðjón heitinn sem var nú ættar að vestan. Að hann hélt Freyjuna ásamt, fiskveiðina Freyju ásamt fullt af fyrirtækjum á norður og landi Austfjörðum og víðar.
og sko þetta var náttúrulega stór fyrirtæki sem var að ríða til falls og sem hafði sko fengið þennan kvóta sem fylgdi togarunum og það voru ekki mörg byggðarlög sem gátu varist í hruni sem átti þegar að síðan sterkari aðilar sem voru fjármagnaðar af bankakerfinu sem vildu koma þess á færri hendur þegar að þeir fóru að bjóða í og við erum kannski að gefa eftir einhver gjöld sem fyrirtæki átti til okkur til þess að fyrirtæki geti rekið sig ár frá ári þannig að þetta hafi keðjuverkun í samfélaginu og það er bara verið að sko, það er verið að taka frelsi sem tilheyrir ákveðnum hóp og ekki nóg með það sem þau megi alls ekki gleyma því að sjávarútvegurinn á Íslandi eins og hann blasti við okkur í þorpunum hagsmunaaðilarnir innan þorpanna í rekstri sjávarútvegs voru annars vegar útgerð, hins vegar sjómenn og hins vegar fiskvinnslufyrirtæki og verkafólk og þá var kostnaðarskiptingin eitthvað nálægt því að vera 50-50 milli útgerðar og sjómanna og 50-50 milli verkafólks og útgerðar. Þegar að kvótinn er settur á en allur settur inn á semst 1/4 hagsmunaaðila sem útgerðin sem þýðir að náttúrulega kostnaður þeirra réttlætist í því að eiga skipin og þau gátu náttúrulega seinna síðan fari hvað sem En fiskvinnslu fyrirtækin voru náttúrulega bara háð því að þau hefðu útgerð í sínum höndum. Húsin sem fólkið átti í þorpunum náttúrulega hluti að kostnaði við að gera út frá sjávarþorpum. Þetta einskis metið og það enginn sem að kallar eftir réttindum að réttindi þessa fólks séu virt við úthlutuna. Ránið sem átti sér stað á frelsi til þess að stunda fiskveiðar frá sjávarþorpum á Íslandi ásamt síðan svona auka fiffum eins og skipstjórakvótum. Ég minnist þess til dæmis að einhvern tímann var skipting norður-suðursvæðis flutt milli fjalla á Austfjörðum svo sveitarfélagið Hornafjörður lenti réttu megin menn alltaf að spá einhver tillingaskipti hingað og þangað skilur. Þetta bara saga og löngu búin að eiga sér stað. En það sem ég að segja, það stýrir líka út til viðbótar við þessum Ólína sagði. Hvers vegna kvótinn hlaut að fara frá Vestfjörðum, það vegna þess að fiskurinn sem hinni gátu veitt var miklu dýrari. En ef ég má aðeins spyrja það eftir, að því að Íslendingar fóru í gegnum hrun hérna 2008 og þá var sagt, þetta, þú veist, öll tækin eru hérna. Ég meina, við höfum hérna, fólkið er hérna, tækin er í hérna, atvinnutækifærin og tækifærin, þó svo verði eitthvað svona fjárhagslegt hrun og fyrirtæki fara á hausinn, þá skiptir það engu máli. Af hverju skipti það máli þarna með Freyju að fyrirtæki stóð svona illa, nú var fristuðus þarna, togarinn var þarna, er þetta Elín Þorbjarnardóttir eða? Þetta var allt saman tilbúið, fólki var þarna, þaulvant fiskvinnslu. Af hverju réð fjárhagslegt hrun því að hérna atvinnunum var kippt undan fólkinu? Það náttúrulega það sem gerist, það einfaldlega það að þegar að fyrirtæki sem menn voru náttúrulega búin að leita allar að leiða og fyrirverandi eigendur voru búin að koma því í hendurnar á aðilum sem þau töldu þar til þess bæri að halda þessu áfram og gera það væntanlega með hagsmuni þorpsins í huga. Þá töldu menn enga líkur á því að sambandi myndi vera á fallanda fæti þó að gengi mismunandi vel hjá einhverjum litlum fyrirtækjum og þeir koma náttúrulega inn í bæinn fullir af loforðum það að þeir myndu hugsa fólki í þorpinu. Þannig að þó að ég hef ekki átt beinan þátt í því á sínum tíma að þá hafði ég mikið samskipti við þessum menn sem formaði verkalýðsfélagsins á svæðinu á sínum tíma og ég sá oft þeirra vandamál. Það voru mörg skrítin dæmi sem komu upp, árekstur milli framkvæmdastjóra, aðsends framkvæmdastjóra og fiskverkafólk sem að sko átti enga aðra möguleika að framflytja sér en að vinna hjá viðkomandi fulltrúa. Þetta var bara, menn voru konur í örvæntingar fullar aðgerðir hingað og þangað. Ég veit ekki, þú varst þetta nokkrum árum áðan Gunnar, ég minnist þess að hafa séð þar í tómu frystihúsi fiskvinnslusal. Þá varst þú væntanlega að vinna einhvers staðar í námundu við Freyjuna en það sem ég sá það var í tómum sal fiskvinnslu Ísvers sem þá var ekki í notkun, ef ég man rétt. Það eitt sem við langar til að benda hans á í sambandi við þetta með fiskvinnsluna og veiðarnar. Að þegar fiskvinnslan og veiðarnar eru á einni og sömu hendi, þá búið að setja eggin öll í eina körfu. Og það er líka eitt af því sem að gerðist, að þegar sem sagt, menn fara að gera út skipin einhvers staðar annar staðar, þá stendur fiskvinnslan eftir verkefnalaus. Og það er líka, það er nú eitt af því sem að
ég talaði mikið fyrir á meðan ég var þingmaður, það var þetta með aðskilnað, veiða og vinnslu. Svo að menn hefði ekki alla virðiskeðjuna bara á einni hendi, því að það bara segir sér sjálft að það mikið atvinnumál fyrir byggðarlögin. Ef að fiskvinnslurnar geta haldið velli jafnvel þó að farið sér með aflaheimildirnar annað. En Ólína, verbúðin var akkurat þetta, að það var vitlausa fólkið satt upp vinnsluna og horfði á tógarna bara að fara til Akureyrar. Já, sko, en ef að þú hannar nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi, þar sem í raun og veru menn geta landað aflanum sem næst með honum, jafnvel þó að fiskvinnslan sé ekki eigu útgerðarinnar, þá að vera hægt að koma upp þannig fyrirkomulagi að fiskvinnslan geti haldið velli þó að togarinn fari. En það þarf náttúrulega að setja þá eitthvað skikk á það og breyta lögum að sjálfsögðu. Sveinbjörn, þú ætlar að skjóta okkur inn en svo erum við á leiðinni til Húsavíkur. Já, það bara þannig að ég hef ekki mikið trú á svona fyrirkomulögum vegna þess að aflamarxisminn, eins og ég kalla þetta í dag, hann náttúrulega fyrirkomulag sem búið var til það var allsherjarlausnir. Ég minnist þess líka allir viðbótar við þess að ég var búin að segja varðandi brottflutning kvóta að bara kontrastinn milli stærri byggðarlaga og minni byggðarlaga fyrst sinn meðan að sem verst gekk í minnstu þorpunum, þá var ekki laustið að maður fyndi svona tilfinningar frá stærri byggðarlögunum í umhverfinu að þeir myndu nú njóta góðs af þessum flótta og fá eitthvað að þessu. Ég minnist þess að hafa þurft að segja fólki þegar sá minnst dauður, þá sá næstminnst orðin minnstur og þá röðin komin á honum og látið ykkur ekki dett í hug að þið var viðdreifnist að þá munið þið sleppa. Ég minnist þess. Herðu, nú förum við til Húsavíkur. Þar löng útgerðarsaga sem hafði verið byggt upp í fjölbreytilegu útgerð og síðan komu ykkur erfiðleikar og fólk var að berjast fyrir því að halda útgerðinni í þorpinu, eða í bænum fyrirgefðu. Og Aðalsteinn Árni, þú þekkir það, þá baráttu. Getur rakið hann aðeins fyrir mig, hvernig kvótinn fór, eða hvernig bara útgerðin fór frá Húsavík? Já, sko ég kem að þessu náttúrulega á ýmsum áttum. Ég lík nám í 79 og fer að vinna í fiski og var þar trúnaðarmaður starfsmanna og í fiski og síðan var ég formaður fiskútafólks í Íslandi og þannig að maður svo þátttakandi í þessu frá upphafi og þekki þetta mjög vel og þar er rétt að hér eins og í mörgum öðrum plássum var mikil og löng hefð fyrir sjávarútvegi og hann var mjög sterkur hér og síðan náttúrulega gerist það eins og Ólína kom inn á þannig að menn hafi selt Guðbjörgunni góðri trú og það má segja að það hefur eins hér því að vísismenn úr Grindavík komu hingað norður og ég var bara þáttttakandi því, ég bara fundaði með þeim. Það sem kom alveg skýrt fram að þeir hefðu áhuga að komast yfir Fiskisamlag Húsavíkur, gott fyrirtæki og vildu fjárfesta og þeir komið langan lista, þeir sögðu við ætlum að fjölga hér skipum, fjölga sjómönnum, við ætlum að auka kvótann, við ætlum að setja meiri kraft í rækjuvinnsluna, við ætlum að kaupa lóð við hliðina á frystihúsinu og stækka þetta, þannig að þetta var kynnt fyrir bæjaryfirvöldum að ráðast í mikla framkvæmdir en skilyrði var sem þetta að sveitarfélagið og aðrir hér, einstaklingar, félagasamtök og þar með framsýn myndi losa kvóta og myndi selja. Það voru svona skiptar skoðanir þetta en menn sögðu, þetta lofar góð og við skulum bara fara í þetta og selja og gera eitthvað gott fyrir þessa peninga og þarna fóru einu bretti 2/3 af okkar kvóta en síðan það ekkert svo löngu síðar eða 2014 og mér þótti það mjög sárt og ég enn reiður að það boðað 1. maí 2014 held ég að verið en það var 1. maí að segja upp öllum starfsmönnum og flytja alla starfsmenn til Grindavíkur, fara með allan kvótann og það sem var ósmekklegt var það að þarna voru 66 störf beintengt frystihúsinu að mönnum bauðst að flytja bara suður til Grindavíkur og
Og þá var það bara þannig að öll þau loforð sem gefin voru að efla hér sjávarútveg, þeir voru bara einu bretti þegar menn voru búin að ná völdum, tekin af okkur og þarna misstu við þessi mikilvægu störf sem voru í sjávarútvegi hér á Húsavík og þeir voru flutt til Grindavíkur. Og plús það sem má ekki gleyma í þessari umræðu það líka að því að menn virðast eins og þessir sem hafa sér svona eins og kjánar, segi ég bara, en komast upp með að sko sveitarfélagið eins og Húsavík þá eða Norðurþing núna og sveitarfélagið fyrir vestan, menn voru að fjárfesta hér í miklum hafnarmannvirkjum til þess að geta mætt stækkandi flota og skuldsettu sig alveg uppi rjáur til þess að geta sinnt þeim útgerðarfyrirtækjum og fiskvinnslufyrirtækjum sem voru eins og hér og annars staðar. En svo fórum menn bara og þá þessi fyrirtæki bara enga ábyrgð á þeim skuldsetningum sem að sveitarfélögin hefðu sem sagt tekið á sig til þess að geta mætt þessu fyrirtækjum. Þannig að sko þetta er ljót saga og hún það og plús það sem að gleymist nú stundum í umræðinu og við erum stundum flökkurti, hlusta á forsvarsmenn samtaka fyrirtæki sjávarútvegi þegar að tala að það hafi verið leiðin til þess að laga íslenska sjávarútvegi, það hafi verið að fækka fyrirtækjum en skuldsetning fyrirtækjanna, hún minnkaði hann ekkert við það, þetta bara færðist á fara manni hendur og svo það sem kannski líka ljótt í því að bankarnir hafa stjórnað þessu vegna þess að þeir hafa lánað ákveðnum útgerðarmönnum og sjávarútvegsfyrirtækjum peninga á lægri vöxtum heldur en öðrum og ég hef þetta bara beint frá útgerðarmönnum sem hafa hreinlega gefist upp í útgerð vegna þess að þeir hafa ekki haft sömu kjör og þessi stærri eru þannig að bankakerfið hefur unnið að því að fækka útgerðum og fiskvinnslum í Íslandi og ég tel að það hafi ekki verið, sé ekki góð þróun en það er verið að reyna að heila fólk og þannig að þetta sé það besta. Annað líka sem ég kannski ætla að koma inn á en það er nú svo margt en það var eins og það sem að Ólína reyndi að koma inn á líka varðandi veiðar og vinnslu. Ég hins vegar þegar við sem vorum inn í fiski, við vorum ekkert á því að klippa þarna einhvern naflastreng milli veiða og vinnslu vegna þess að það okkar fólk í fiskvinnslu sem hafði hvað bestu kjörin var fólki þar sem að vinna var hvað örugust, þar sem að útgerðarfyrirtæki voru með fiskvinnslu líka, það sem skipin fiskuðu fyrir vinnslurnar og þar var örugast að vinna og bestu kjörin, en þar sem að þetta fór ekki saman, þar voru alltaf verri kjör og allt annað starfsöryggi. Þannig að ég veit hins vegar að sjómenn, að því ég er nú með blanda félag, bæði sjómenn og landverkafólk, en sjómenn hafa hins vegar alltaf kallað á þessa skiptingu á milli veiða og vinnslu bara út af og eðlilegt verð, til að fá eðlilegt verð bara. Herðu, Vilhjálmur Birgisson, félagiðinn á Akranesi, hann lýsir svona hvernig Akranesingar mistu bara sjávarútveginn sem hafði byggt upp Skagann, það sem hafði verið, ég held að Vilhjálmur fullir þetta hafi verið 3. stærsta löndunarhöfnin á Íslandi, ég veit ekki hvort að það er. Til að byrja með þá upplifðu þeir að þeir væru svolítið að græða á kvótakerfinu, kvóti frá Sandgerði fór til upp á Skaga og svo saminuðust þeir voru alltaf að hafa þetta tryggari stóður undir þetta og saminuðust Grandanum og svo einn daginn þá bara hvarf þetta og nú er það þannig að það er engin fiskibátur í höfninni á Akranesi, það er einhvern tíma þegar ég kom þá var einn svona krókabátur en annars var bara höfnin tóm. Hvað er staðan jafn slæm á Húsavík? Er eiginlega engin fiskvinnsla eftir? Jú, sem betur fyrir eru nú hér heimaaðilar sem fóru á stað með fiskvinnslu og hér er ekki mjög öflug fiskvinnsla sem í gegnum GPG. Þeir eru með fiskvinnslu á Húsavík og góða útgerð og Raufarhöfn líka og tengjast á Snæfellsnesi líka þannig að það er öflug fiskvinnsla á Húsavík en ekkert eins og var og bara alls ekki en svo líka þegar þú talar þetta og talar varðandi félaga minn á Skaganum að svo þetta einmitt að sko með þú græðir á kerfinu eins og með þú nefnir eins og með núna Grindavík, Vestmannaeyjar, Reykjavík, ekki Reykjavík sennilega hæsti kvótastaður á Íslandi, ég held að sé Reykjavík og svo Vestmannaeyjar, Grindavík og svo náttúrulega Akureyri. Grindavík ekkert að kvarta yfir kvótakerfinu eða Vestmannaeyjar eða Akureyri en
En síðan náttúrulega svolítið gaman að fletta í sögunni að þegar við erum að missa 66 manna, 70 manna vinnustæð héðan til Grindavíkur og þá heyrist ekkert neitt í þeim hérna fyrir sunnan, bara fagna þess að fá allan að kvóta. En á sama tíma þá var nú þingmaður Framsóknarflokksins sem var nú Páll Jóhann Pálsson sem var nú tengdur vísi þá hefur verið að ræða sölu einhverju smábót frá Grindavík og austur á Firði og Fáskrúðsfjörð ef ég man rétt og með einhverju smá kvóta en þar skortir ekkert lýsingarorðin það sem lýstir yfir vanþóknun á þeim meirihluta sem að ráða ferðin að stoppa ekki þessa ábyrgðar og þessi ábyrgðar og dómgrindaleysi að þessi kvóti sé að fara úr sveitarfélaginu. Þannig að þetta svolítið svona að meðan þú sleppur með þetta græða á kerfinu þá þegjur en hinir eins og ég og fleiri við erum hins vegar mjög ósátt við þetta heimild að kerfi skuli bjóða upp á þetta lama heilu sveitarfélaginu út af þessu kerfi. Unnur Dís, nú færum við okkur inn í staðina. Þú gerðir rannsókn á stöðu kvenna í sjávarbyggðum eftir kvótakerfið. Kanntu að segja okkur aðeins frá því breytingunum sem að fólust með kvótakerfinu á samfélagunum? Sko það sem að ég fer þarna fyrst 89 til nokkuð tveggja sjávarbyggða bæði fyrir austan og vestan og síðan fór ég aftur þarna 2 sumur 96 og 97 og það sem það var ekki mikil umræða kvótakerfi fyrir ferðinni, þá var ég heilt ár semst á 2 stöðum en þarna það sem var áhugavert bara við þetta út frá mannfræðinu, út frá félagsvísindum að ég náttúrulega skoða kannski aðra þætti heldur en þeirra ræðum bara þessi orðræða sem var svo ríkjandi á þessum tíma kvótakerfið, þar sem var eiginlega fyrst og næst verið að pæla í hagræðingu og það var raun og verið mjög lítið verið að ræða sem sagt umhverfisvernd eða auðlindirnar þó svo það væri svona af og til minnst á það og sérstaklega var ekkert fjallað svona þessa félagslegu þætti eins og til dæmis karl og konur og hvort þetta hefði einhver áhrif á samfélag eða konur í sjávarbyggðum. Þannig að það þótti jafnvel undarlegt eða bara svona óviðeigandi að vera eitthvað að tala kyn í þessu samhengi. Fólk bara fannst þetta vera eitthvað sem kæmi málinu ekki við. En það gleymdist að konur hefur náttúrulega, eins og var minnst aðeins á þessum vestfiskmarkafólkið og með konur hefur náttúrulega mikið bæi á þessu stöðum. Ekki bara með því að vera að vinna í fiskinum sem kannski algengara þá að íslenska konur var að vinna og konur sem að byggja á stöðunum. Heldur voru líka virkar að margar annar hátt, þarna eins og að sjá ýmsleiti tengslu til dæmis við smáútgerð, alls konar sambandi við innkaup eða bókhald og fleira. Þannig að þar heldur náttúrulega lífinu mikið gangandi oft í landi á mörgum stöðum og heimilunum og þarna, en þar höfðu síðan enga rödd og bara þegar að kvótakerfi var komið á og þær kom ekkert að því á neitt hátt. Það var fyrst og fremst karlmenn sem voru ráðandi á sveitarstjórnum á þessum tíma, voru karlmenn sem voru ráðandi í sjávarútveginum og það var þeir sem þarna mótuð umræðina og konur einhvern veginn voru ekki þátttakendur í því. Og það kannski var bara mikið, það var bara lítil almenn umræða meðal kvenna fannst mér á þessu tíma. Þær höfðu mestan áhuga á því að þær höfðu miklu meira áhuga á þessum tíma sem ég var að tala við þær á samfélagið og mikilvægi þess og viðhalda því og að kvótinn væri bundin meira að byggðunum. Mér var svolítið ákveðin svona kynjamunur í því á þessum tíma. Þær töluðu meira mikilvægi þess að tengja. Ég tala alltaf líka við karlmenn en ekki bara konur og mér fannst þeir meira að tala svona þessi efnahagslegu þætti og einstaklingana. Þeir bara töluðu meira út frá einstaklingunum og svona en konurnar meira út frá samfélaginu fannst mér fannst vera munur þar á þessum tíma sem 90 eitthvað 96 og 7. En gastu merkt mun að samfélagin hefði orðið fyrir svona áfalli? Já, það sem stærsti munurinn var sá að þegar ég var hérna í lok 9. áratug á þessum stöðum sem ég var að gera rannsóknina, þá var megin áherslan á svo að halda gróðurinn hérna megin fjallið eða hérna megin fjörðin og þetta eigendurnir voru staðbundnir á stöðunum og það var til dæmis auðvelt fyrir hvern sem að fá vinnu í fiski. Ég til dæmis kom
og vildi fá að vinna í fiski til að fá reynslu og til að kynnast fólki, þá var það ekkert mál. En þegar ég kem síðan seinna þá náttúrulega eignarhaldið alveg flutt frá stöðunum og þeir sem eiga fyrirtækin, þeir eru einhvern veginn ekki eins mikið svona þátttakendur í samfélaginu og hafa ekki sérstaklega skoðun á sem sagt, lífi fólksins í bænum. Þetta er það sem fólk talaði mikið og svo annað að fólk miklu meiri varnarstöðu. Áður var fólk stolt af því miklu stoltar, auðvitað ég ekki segja að það sé ekki ennþá stolt í dag, en það var svona stoltar af því að búa á þessum stöðum og fannst þeir bestir og þarna, en síðan finnst mér þegar ég kem tilbaka bara 6 árum seinna, það er mjög mikil varna, fólk að afsaka sig og útskýra hvers vegna það vill halda áfram að búa á þessum stöðum og af hverju það berst fyrir því að búa áfram. Þannig að það var mjög mikil svona breyting á orðræðinni og líka þetta að fólk að finna alls konar leiðir til að takast á við þennan breytta veruleika. Hvað getum við gert til þess að geta búið hérna? Þannig að þú varst varfið að svona það sem við getum kallað svona útibúvæðingu, að það sem áður var útgerðarmaðurinn og fyrirtækið inn í þorpinu og við getum með ímynda okkur, þetta ekki allir þorpsbú, þetta ekki ákvörðun þróunina, að þá var hún tekin innan þorpsins, en í seinni ferðinni að þá var eiginlega allar ákvarðanir framtíð þess að þorps teknar einhvers staðar langt í burtu. Já, og það sem að fólk talaði sem sagt, að það fannst að vera svo fjarri og þannig að það skipti einhvern veginn ekki máli lengur fyrir og svo sé maður líka þetta með að hetjur hafsins sem eru svolítið farnir að dofna með kvótakerfinu og leið þá eiginkonur og svona hugmyndir karlmennsku og kvenleikan. Hvað felst Má ég spyrja það meitt, þótt ég veit ekki alveg hvort að þú hefur verið að rannsaka það. Svolítið út frá því sem að Sveinbjörn var að segja, að þegar að þetta byrjar að þá missa kannski minnstu bæirnir frá sér kvótan fyrst, Þingeyri og slíkir staðir. Og þá talað svona, þá græðu við bara sem aðeins stærri og ég man á þessum árum að þá var eiginlega talað samfélagið á litlum stöðum sem eitthvað sem maður mætti bara missa sín. Að þetta væri væri að koma hagræðing og aukin skilvirkni og aukin arður og eitthvað fleira og þetta væri samfélag sem bara stæði vegi fyrir því og á leið okkar til framtíðar þá mættum við bara missa þetta. Kannastu við svona þessa hugmyndir að þetta væri óæðri samfélag? Já, ég varð mjög mikið verið við þetta sem rannsakandi. Viðbrögð sem ég fekk við rannsóknina til dæmis þegar ég var að kynna hana hér eða var ástæðum í Reykjavík sem sagt. Að það var þessi hugmynd, hvers vegna ertu að skoða þetta er hvað sem er að líða undir lok. Það var svona ákveðin svona hugmynd nútíminn einhvern veginn fælist í því að þessi þorp þyrfti eiginlega að fórna þeim. Það væri svona fórnarkostnaðurinn, þessi þorp, og það væri þess með ekki þess virði að skoða þau. Að fólk bara, hvers vegna að skoða eitthvað sem er að líða undir lok, það á ekki framtíð fyrir sér og það ætti ekki að framtíð fyrir sér. Að það væri óhagkvæmt. Að því áhersla var náttúrulega á það á hagræðingu. Og þetta var einhvern veginn fórnarkostnaðurinn að láta bara minnstu þorpin para. Þetta er orðræða sem er svona umræði sem ég man mjög vel eftir. Já, það væri einmitt gott ef við næðum einhverju svona þroskaðri umræðu þetta hérna á landinu. Það rifjast fyrir mér að fyrir einhverjum árum, þetta ekki 3 eða 4 ár, þá var það Ester Duflo sem er þróunarhagfræðingur sem fekk Nóbelsverðlaunin. Hún hefur verið að rannsaka samfélög sem að verða fyrir áföllum. Og meðal annars í einni rannsókninni þá rannsakar hún Vestmannaeyjar, gosinu þar. Og hún segir svo að þegar þessi svæði eru skoðuð, þegar verða fyrir einhverju milli áfalli og þegar skoða fólki sem að verður eftir og fólki sem að fer, að þá það þannig á þeim mælikvörðum sem við höfum, að þá hefur fólki sem að fer það betra. Það með hærri laun þegar 20-30 ári liðin frá áfallinu. Börnin eru betur menntuð, það býr stærra og svona öllum mælikvörðum sem við höfum. En svona almennt þá það svona 85% af fólkinu sem það fer ekki. Og það sem við höfum alltaf verið að horfa á, segir hún, að er fjárhagslegur ávinningurinn af fólkinu sem að fer, að það hlýtur að vera jákvætt, að það fólki sem að fer úr verri stöðu í betri stöðu. En hún segir, vandinn sá að við kunnum ekki að mæla hvað liggur að baki ákvörðunni á þeim sem að fara ekki. Verðmætin sem í samfélaginu sem að fólk kýs frekar heldur en það að vera með aðeins hærri laun eða að barnið mitt verði tannlæknir í staðinn fyrir að vera verkstjóri og allt slíkt.
og það vandamálið okkar, því að það augljóst að fólki ekki vitlaust, það ekki að velja ránt, það ekki 85% sem velja ránt að vilja vera áfram á þingari, það að velja eitthvað verðmæti sem að við erum algjörlega blind fyrir og það sem að það veldur því að við erum svona blind fyrir þessu við erum sífellt að taka ákvarðanir sem eru rangar, ekki byggðar á raunverulegum vilja fólks. Mér datt þetta bara í hug þú varst að tala, hvort ég mætti hvort að Ester Duflo og þú séu ekki bara á svipari línu varandi þetta. Já, sko það sem ég náttúrulega sé að fólk finnst, eins og ég segi, það fólk var komið í einhverju sko varnarstöðu. Það þurfti að afsaka það skýra út fyrir mér, svo komið utan að komandi, af hverju það velur þetta. En nú náttúrulega hef ég búin að gera fullt af rannsóknum síðan og meðalans ég í miðju kafi stóri rannsókn núna, þar sem ég meðalans við á Húsavík og þessum stöðum. Og þá sé ég að fólk líka bara leitað öðru. Það er sko, við erum að tala fólk bæði sem hefur búið alla tíð og líka sem hefur flust til staðana, það er að sækjast eftir annars konar gildum og til dæmis frið og ró, til dæmis bara vera nálægt náttúrunni. Men það er svo margt sem fólk að sækjast eftir sem að kannski er annað heldur en það sem að gert ráð fyrir því að fólk endur þessi að sækjast eftir. Já, og við kannski í almenn umræðu kunnum ekki að tala vegna þess að það er ekki mæleiningarnir á því og allt það. Já, það er ekki bara gamla sagan sko lífsgæðin andspænis hinum hörðu hagfræði. Lífsgæði og gildi sem að fólk sem er búsett á einhverjum tilteknum stað metur ofar einhverjum öðrum kalkuleruðum stærðum eins og launum eða einhverju stöðu í þjóðfélaginu. Og þetta er nefnilega mjög áhugaverð umræða líka vegna þess að því ég nú verið þingmaður fyrir byggðalag sem er byggðalag í vörn, að það er þegar dauðadómurinn er felldur af öðrum í samfélaginu. Það er bara sagt, hvað eru þið að gera þarna fyrir vestan? Það er óhagkvæmt að reka þessar samfélagseiningar þarna. Það er best að fólk bara flytji suður og hætti þessu bulli. Sko fyrir þann sem býr á staðnum og fær slíkt gildismat yfir sig, sko það er bara eins og fyrir Úkraínumann sjálfsagt í dag ef að heimurinn neitaði að standa með þeim í þeirri stöðu sem þeir eru. Þetta er bara í raun og veru, sko, og þetta er sko mannfræðilegt rannsóknarefni held ég líka svolítið bara inn í framtíðina. Hvað er það sem að gera það verkum að þú ert gildur í samfélaginu og þitt samfélag er gilt og jafn rétthátt öðrum samfélagseiningum, ef þið skiljið hvað ég á við. Og þetta er það sem hefur gerst á Vestfjörðum og er að gerast víðar á landinu sem afleiðingar kvótakerfinu ekki síst. En það sem við sjáum líka einmitt út af því sem Ólín er að segja, að fólk er að leita alls konar leiða og við þessna sjáum við svo miklu nýsköpun fyrir vestan og Ísafjörðuna. Fólk vill búa á stöðunum og það er að finna leiðir. Það er nýtt fólk að koma sem að líka er að finna leiðir. Því fólk sækist eftir í að búa á minni stöðum. Það hefur einmitt ekki sjálf sér. En það er ekki réttlæting frá því að taka af þeim allan kvótan og þessi verðmæti sem að fylgja því. Eins og maður heyri stundum í umræðinni að það sé bara gott að fólk missi kvótan og þá finnur það eitthvað. Býr sér til Eitt sem ég kannski myndi líka minnast það sem að tengja sér svo að tala áðan er þessi sko að auðvitað var ekki bara eitthvað allt jafnrétti og allir jafnir þannig áður og auðvitað var það ekki þannig og síðan skapar og þarna kvótakerfið allt ójafnrétti en það er bara svo gífurlega mikill munur á þessum auð sem safnaðist sem að var ekki fyrir. Þetta voru oft þessi þorp í eigu ákveðna fjölskyldna og einstaklinga meira og minna en þarna það er samt sko allt annað heldur en að þegar kvótakerfið kemur þessi gífurlega mikil munur sem verður eftir það. Það er líka rannsóknarefni munurinn á því sem var fyrir kvótakerfið þar sem útgerðarmaðurinn var eins og mætti kannski kalla svona fremstur með jafningja inn í sínu svæðin var háður samfélaginu en þegar að kvótaeigandinn er komið langt í burtu þá er mjög auðvelt fyrir hann að taka ákvarðanir sem að leggja sko atvinnu tækifæri heilu þorpanna í rúst. Það er bara En það var líka mjög áhugavert þarna þegar ég var að tala með fólk 91 hvað margir sem að jafnvel græddu á kvótakerfinu voru samt verið svona siðferðislega mótið því. Þeir voru mótið því en þeir segðu ég er að græða því
en ég get ekki annað en þegið þetta sem ég fæ. Já. Ég get berga fjölskyldunni minni, ég get gert svo margt við þetta, en í prinsipin er ég á móti þessu siðferðislega, sem sagt. Það minnir mig á senu með Humphrey Bogart í einhverju bíómynd þar sem hann sagði sorry sweetie but I have to kill you. Hann var ekki hann kurtisina en hann bara varð að skjóta konuna. Það var það miklu hagsmunir. Já, herðu, við erum búin að tala svolítið um gildi smára samfélagana og þá förum við til smábátaeigandana sem eru hugmyndir okkar þá eru trillumadurinn sem algjörlega óháður öðrum, lifir í sjálfstæða lífi í kyrðinni við að dorga eftir fisk eitthvað starf út á spegilsléttum miðum. Það er kannski ekki alveg þannig raunveruleikinn, en hvað segir Örn? Hvernig kvótakerfið hefur farið með sjávarbyggðirnar út frá sjónarhóli smábátaeiganda? Já, þetta nú búin við mjög frálega umræður og margt sem að kemur inn og maður hugsa smábátana. Það til dæmis eins og að hafa ekki öll eggin í sömu körfunni og það akkurat þetta sem smábátarnir uppfylla að þó einum gangi illa þá alveg eftir helftin að öllum þessum aðilum og ég finn það líka að þegar kvótinn fór svona mikið eða mjög mikill kvóti fór sumum byggðarlögum að þá voru náttúrulega sjómenn sem að voru atvinnulausir og þá var nú einhvern gerði rannsókn það að sá aðili sem ætti erfiðast að aðlaga sig einhverju öðru starfi að það var sjómaðurinn. Þannig að hann sumir þeirra náðu að kaupa sér smábát og hefja útgerð og þetta var alveg gerlegt þannig á fyrstu árum kvótakerfisins og töluvert nánast alveg til aldamóta má segja. En það sem að ég finn líka í þessu dæmi með smábátana og það sem að maður var ofta að sjá líka að þegar fjölskyldan öll var í útgerðinni að kallinn hann sá að róa og fiska og allt svoleiðis en síðan sá konan það sem að var umleikis í kringum útgerðina og öll aðföng og annað slíkt og þetta var alveg stórkostlegt að sjá svona fjölskyldu fyrirtæki hvað þau gengu vel. Því að auðvitað náttúrulega mjög erfitt að vera einn sem sagt að bæði að róa og beita að beita í landi og sjá all aðfeng og annað slíkt að þetta náttúrulega ekki á færinum að snillinga sem náttúrulega eru margir í mínum röðum. En varðandi það líka það sem að mér fannst alltaf sárt að sjá að þegar aðilar tóku ákvörðun að selja og voru kannski með alveg þokkalega útgerð. En þetta gerðist yfirleitt þegar var kannski skerðing á veiðiheimildum og öðru slíku og þeir töldu sig að þeir gætu ekki bætt við sig og annað slíkt. Svo byrjaði þetta nú þannig þegar smábátarnir voru byrjaði í kvótanum að þá var fiskveiðiárið aðeins 8 mánuði frá 1. janúar til loka ágúst. Svo byrjaði 12 mánaða tímabili og menn voru að fá sama kvótan í þorski á 8 mánuðum og svo 12 mánuðum svo þar á eftir. Og þetta ýtti mjög mikið undir að selja. Og það sem að ég koma líka á framfæri þarna að aðilinn sem að sá að róa og færa fiskinn að landi og annað slíkt, hann hafði gríðarlega mikið hlutverk í plássinu. Síðan þegar hann tekur þessa ákvörðun, hann ætlaði sér ekkert að flytja á plássinu eða neitt svoleiðis, en þegar hann tekur þessa ákvörðun að selja og allt í einu ekki þessi maður sem gegnir þessu hlutverki, þá sá maður þetta svo oft að þessi aðili, hann passaði ekki eða fann sig ekki í samfélaginu og jafnvel að, ekki segja hann hafi orðið fyrir einhver einelti eða eitthvað svoleiðis, en hann jafnvel að fjölskyldan hún fluttist úr plássinu. Og þetta var hlutur sem að sá oft gerast hérna áður fyrr í þessu. En það sem að hefur orðið til varnar fyrir þessi litlu pláss, það akkurat grunnstoðin hvers vegna þau byggðust upp. Jú, það var nálægðin við fiskimiðin. Og það var þetta sem hefur gerst hjá mörgum þeirra að það hafa komið margir smábátar og stranduð þarna til dæmis komið mjög vel inn í þetta þó að þessu aðeins yfir sumari.
að þá hafa þær líkað upp þessi pláss algjörlega. En það sem að líka núna sem kannski flutningur og flutningur vinnuafls, að það allir vilja hafa góða samgöngur og það sem að ég hef séð núna á undanförnum árum, að það þessar fiskvinnslur sem í þessu smáu plássum og þó komið alltaf mikil afli að landi, að þá hafa bætta samgöngu orðið til þess að fiskurinn hann fer eitthvað annað. Þessar fiskvinnslur sem þarna á staðnum, þau virðast ekki vera samkeppnishæfar eða ná ekki að kaupa þann afla sem kemur að landi. Og þannig hann kannski fluttur landshornum á milli og inn annar stað. Þetta líka töluverð ógn sem að þessar smáu byggðir þurfa að glíma við núna hafa þurft að glíma við og að glíma við á þessum tíma. En því hefur haldið fram Örn að leiðin til þess að byggja upp sjávarbyggðir aftur að leyfa strandveiðar. Það raunhæft svona með að þetta á mjög skammu tími, mikla takmarkanir á þessu. Stundu sér maður það að vera að landa upp úr þessu bátum og svo það bara gert í burtu með fiskinn. Þannig það ekki alltaf þannig að svona, þessi svona háræða kerfi sem áður var í höfnunum kveikni strax. Það raunhæft að sé hægt að byggja upp lífi í þessum bæjum með smábátaútgerð? Já, það tel ég alveg. Smábátar, þeir eru gerðið út allt árið og allt þannig. En það sem að eins og þetta var hérna áður fyrir á Vestfjörðunum að þá voru bátarnir að róa frá apríl til september og þá voru þau teknir upp og viðkomandi fóru að vinna í frystihúsinu eða annað slíkt. En ég tel það samt sem áður að það ekkert óeðlilegt að aðili sé að gera út kannski 6 mánuði á ári sín smábát en síðan taki við einhver önnur störf hjá honum og það fjölmargir sem þannig. Og það ekkert að því finnst mér, alls ekki. En þessir öflugu smábátar sem hafa orðið til á síðustu árum, að þeir eru gerðir sem sagt út allt árið og eru að afla hráefni mjög stöðugt og hægt að treysta á þá, algjörlega. Og plús það að náttúrulega þessi veiðarfæri sem að þeir nota, lín og handverju og net, að þau geta ekkert ofveitt neina fiskistofna. Þannig að við erum að það mikil ávinningur í því að efla smábátaútgerðina. Við sé alveg möguleikana líka á því að efla þá, að það með þessu 5,3% potti, að það einfaldlega að láta þær heimildir allar inn á smábátana, að láta smábátana nýta þessar heimildir. Ég alveg sannfærður það að það kæmi mörgum þessum smáu byggðarlögum til góða. Sigurjón, ég ætla og ég aðeins bæta við Örstuð. Ég finnst þú vera hógvær að tala Örn að það þurfi sé hægt að auka færa einhvern smáplott á milli. Ég hef nú reynt að halda því fram hér í mörg ár að það skorti einhvern 5 milljón tonna heildarafla þorski miðað við ásetning sem vísindamennirnir lögðu til grundvallar þegar út í þetta kerfi var farið. Ef ég man rétt þá ætluðu þeir að koma meðal nýliðun á Íslandsmiðum í þorskstofninum upp í 200 milljón nýlið á ári og þar af leiðandi hefði átt að vera veiða eitthvað 400-500.000 tonn á ári af þorski og það eru komin 30 ár síðan og hefur engin eiginlega talið ástæðu til þess að kalla þá til svona stýringa á því hversum það ekki tekið. Og mér langar til að benda ykkur á það þetta eru vísindamenn sem eru notaði sem undir þær breytingar á þau kerfi sem búin eru til. Og hvort sem það eru varnar kerfi stórveldis sem til þess að þurfa að trafka á lýðræðinu sem vex í kringum það vegna þess að þú er ekki að þegna þess sjá við það eða hvort það eru stór útgerðir sem stöðugt kalla ríkisvaldið til þess að þjóna sér og til að fá festu og stöðuleika til að reka sína útgerð inn í framtíðina. Þá alltaf frelsi sem fyrst fótinn tróði. Ég held að Örn að frelsi báta til að veiða, smábáta til að veiða frá sjávarþorpum,
það megi rýmka það fjandi mikið áður en að það verði til skaða fiskistofnum. Reyndar vantar að grisja fisk fyrir vexti og nýliðun á Íslandsmiðum og hefur vantað lengst mest allan þann tíma sem liðin síðan þetta rugl var sett á. Já, við ætlum að ræða þetta svona sem að Sveinbjörn að drepa hérna á sem þú veist hvort að stjórn fiskveiðana, hvort að það verið tekist að byggja fiskistofna innan kvótakerfisins. Við ætlum að ræða það eftir 2 vikur. Í næstu viku ætlum við að tala sögu Samherja, en núna erum við að tala áhrifin, kvótastefnan, kvótakerfið sem byggðastefna og ég ætla Sigurjón, í lögum stjórn fiskveiða segir að nytjastofnar og Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið þessara laga að stuðla að verndun og hagkvæmni nýtingu þeirra, sem við ræðum eftir 2 vikur, og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Hvernig hefur það gengið, Sigurjón? Að tryggja byggð í landinu, kvótakerfið? Nei, það þetta ekki. Það slökkt á hljóðinni þar. Já. Herðu, já, það náttúrulega tölurnar segja það svart á hvítu og þetta hafi ekki tekist vel til. Og ég held að það þurfi samt sem áður ef það verið að ræða kvótakerfið og árangur þess og þá verði svolítið að ræða þessa hluti sem að Sveinbjörn ræddi hérna að það er að markmið kerfisins og líffræðina bak við það að það algjörlega hefur brugðist í 30 ár. Já, það verður tekið fyrir hérna eftir 2 vikur. Það verður tekið fyrir eftir 2 vikur svo þú ekki bara alltaf vera með sama þáttinn. Það getum ekki verið með sama þáttinn aftur. En vegna þess að þegar að framsalið hérna kemur 90 þá er líka gríðarlegur niðurskurður á aflaheimildum, alveg rosalega. Það er eiginlega á 5 árum þá fer hérna aflinn úr 390.000 tonnum og alveg niður í 150.000 tonna í mandarétt. En þannig að það er bæði framsalið og þetta sem að vinnu saman og kreppir rosalega þannig að það verða þarna bara ef maður skoða mannfjöldatölur á Vestfjörðum þá verður bara fækkun 20%. Og svo ef maður tekur Ólafsfjörð þá held ég að vera flestir Ólafsfjörð liðlega 1200 og það eru núna á 800. Þannig að við erum að sjá alveg gríðarlega fólksfækkun og það þessar ákvarðanir sem eru teknar, þær hafa þríþættar áhrif eða þessi niðurskurður, hann hefur þríþætt áhrif. Það að bæði, þá það fólki sem missir vinnuna við veiðar og vinnslu og bara eins og Ólafsfjörður siglu fyrir þá og annan tug fiskvinnsla fyrir árið 1990 og síðan eftir núna það þá bara teljandi á fingrum annarra handar, hvort það 1, 2 eða 3 ára Ólafsfjörði, þetta eitthvað svoleiðis. Og það ekki einhver hagræðing, það bara að koma miklu minni færri fiskar á land heldur en áður. Ja, þetta vinnur saman með því að þeir sem eru í öðrum rekstri, að þeir búa þá líka við óvissu, jafnvel þegar að það eru mikla veiðiheimildir á viðkomandi stað. Því að ef að útgerðin ákveður að selja, þá náttúrulega farin grundvöllur undar þeirra rekstri í þjónustu, viðgerðum á bátum eða einhverju. Þannig að allar fjárfestingar, það svona detta út. Og maður hugsa sér tvisar áður en menn kaupa sér nýja lyftar til að þjóna útgerðinni, svo einhver dæmi sér tekin. Og síðan það kannski þessi kostnaður samfélagsins sem aldrei talað um. Það búið að fara í Vestfjarðaraðstoð 2 sinnum. Það búið að fara í alls konar verkefni með opinbera sjóði, brothættar byggðir og á sama tíma sem að örfáir hafa farið þá með gríðarlega fjármuni út úr greininni. Þannig að þetta svona, eins og maður segir, þetta af því þú spurðir byggða áhrifin að þessu, að þetta í rauninni byggða eyðandi kerfi sem hefur verið komið á. Og það ekkert gott við það, það enginn sem að græða á þessu. Og menn sem hafa haft áhyggjur af því, til dæmis að fiskur fara á markað, það Aðalsteinn bar saman útgerðir sem voru þá tengdar, eða vinnslur sem voru tengdar útgerðinni.
Færeyingar hafa leyst þessi mál með því að bæði tryggja þá öryggi í þá stærri vinnslunum sem eru tengdar útgerðinni með því að það skylda það á hverri veiðiferð í botnfiski þá fari þá 30% á markað og þannig að það er miklu eðlilegra umhverfi og hægt að koma því á en eins og staðan er núna og því miður enn og það er umhugsunarefni og gott að þessi mannfræðingur hér og nú erum við komið með ráðherra femínískan ráðherra sem skoðar öll mál með kynjagleraugun að mér sýnist hún vera jafnvel harðneskjulegri gagnvart allri nýjum þegar maður skoðar strandveiði hérna sjómenn sem þá með eini vísna nýliðum að hún þá vilja ordna þeim vinstri grænir á kostnað örfárra með ofsagróða sem kunna sér ekkert magamál. Þannig að ég held að það þurfi ekkert að ræða þetta kerfi út frá byggðasjónum, það er svo augljóst. Það sem mér hefur alltaf þótt svona furðulegast og sárast að horfa upp á, að það er svona hvernig byggðastofnun sem á að gæta hagsmuna byggðana, hún hefur verið svona hálfgert múlbundin af pólitíkinni. Og ef maður ber hana saman kannski við náttúrufræðistofnun, eða á að breyta vegi eða þvera fjörð, þá koma skýrar línur frá náttúrufræðistofnun það að þetta geti verið varasamt fyrir rauðbristingin eða einhverja farfugla eða þá jafnvel marfló undir steini. En það er eins og að það komi aldrei skýrt frá byggðastofnun með hvaða áhrif kerfið hefur haft, til dæmis hefur verið að setja fleiri tegundur inn í kvóta, hvort það er grásleppan eða annað. Þetta er alltaf voðalega svona, það kemur ekki vörn og það er jafnvel að það eru menn sem að gefa sig út fyrir það að vera sérfræðingar í byggðamálum og halda úti hér síðum á Facebook, eins og Þóroddur Bjarnason sem að hann hefur aldrei tekið þá skýra afstöðu í þessu fiskveiðimáli og opnað á umræðuna það að hvernig þá hægt að gera þetta kerfi manneskjulegra, því að þetta er ómanneskjulega, þetta fólk sem ég hefur búið að missa eða það verður bara, ef við tökum bara eins og fasteign sem er kannski lífeyri fólks, það er eiginlega búið að gera þetta hálfverðlaust á ýmsum stöðum landið. Þannig að bæði er búið svona stjórna umræðinni, stofnaninn að bregðast og það sem er algjörlega óeðlilegt og ég vil líta á bara eins og mannréttindabrót, koma fyrir það að fólk geti stund að vinnu frá stöðum sem það er alið upp á, sem Suðureyri, Hofsósi, Siglufirði, að það sé bara komið í veg fyrir það, þó það sé alveg lífsins ómögulegt að tala það að einhverjir smábátar geti raskað einhverju hvað varðar fiskistofnana. Þannig að kerfið er bara ómanneskjulegt og stjórnar af hálfgerðum svona ólíkvertisma hérna á Íslandi. Já, herðu, nú skulum við aðeins hugsa að það er bara vitað að það eru margar byggðir sem að vigtust mikið út af kvótakerfinu og þá er svona spurninginni hvað eigum við að gera? Eigum við að vera leiðrétting, á að vera bætur, eða flytja kvótan aftur út í byggðirnar? Eitt sem mér dettur í huga því að hiti í kvótamálum verður oft svo mikil í umræðunni að það er erfitt að fara að tala einhverja lausnir. Þú nefndir Þóroddur Bjarnason, hann sagði mér einhvern tímann að hann var orðinn dauðþreyttur á því að tala sjávarútvegsmál og kvóta því að það væri skammaður á alla. Þóroddur, já, Bjarnason, það væri skammaður af öllum, það væri eins og að bara stinga hausnum inn í þvottavél að taka þátt í þessu. Það heyrði engi hvað maður segir og allir ákvæðið með sitt og þið kannist þetta er svona heit umræða. Þannig ég ætla að taka dæmi af öðru. Nú stöndum við frammi fyrir 4. iðnbyltingunni og það er talað að það muni störf hverfa.
Og þá spurningin, hvað eigum við að gera við því? Með aukinni tæknivæðingu eigum við að sætta okkur við það að eigendur fyrirtækjanna hirði allan arðinn af tæknibreitingum næstu áratuga og fólk verði skilið eftir bara á atvinnuleysisbótum. Eigum við að gera eitthvað í þessu. Ef málið hins vegar að þessi breyting hefur þegar átt sér stað innan sjávarútvegsins fyrir þegar kvótakerfið byrjaði og svona fyrstu áru þess að það voru 12.000 manns í fiskvinnslu, nú er 2.000. Þannig að það farið 10.000 fiskvinnslustörf út úr greininni, fyrst fóru út á sjó og svo fóru þau inn í tæknibreytingum og svo einhver leiti hafa verið flutt úr landi og allt það. En það eru 10.000 störf sem hafa horfið út úr sjávarútvegi. Ef við setjum þetta bara á lágmarkslaun, þá eru þetta 45 milljarðar sem eru ekki lengur greiddir út, sem að fara ekki út í samfélagið, hríslast ekki upp frá höfninni í Húsavík og þau veitir hvað ég er að meina. Þetta er ekki svona aflvaki inn í samfélagunum. Heldur þetta líklega peningar sem eru bara þá aukin hagnaður hjá þeirra sem eiga þetta. Hvað gerum við frammi fyrir þessari gríðarlegu tilfærslu á auð eða bara tækifærum sem að kvótakerfi leiðir, bæði út af samþjöppun, út af tækninýjungum? Það sem þarf að gerast það þarf að umbylta þessu kerfi. Það bara það sem þarf að gera. Við breytum auðvitað, við getum ekkert stoppað klukkuna eða stöðvað tækninýjungar í sjávarútvegi, þróun greinarinnar og svo framvegis. Auðvitað verður það allt saman að fá að hafa sinn gang. En við verðum að breyta kerfinu. Svona atvinnugrein, hún á að vera næring út í allt samfélagið og það sem gildir mestu þá í fyrsta lagi að þessi þjóðarauðlind sem að útgerðin nýtir, að hún verði færð raunverulega yfir í hendur þjóðarinnar. Síðan náttúrulega mjög mikilvægt að þeir sem að nýta auðlindina núna, að þeir geri það á einhverjum skilmálum, til dæmis með tímabundnum nýtingarsamningum til 12 ára eða 20 ára og að þeir verði að uppfylla einhver skilyrði til þess að fá að nýta auðlindina með þeim hætti sem þeir gera. Þeir mega ekki vera staðnir að brottkasti, þeir verða að stunda sjálfbæra nýtingu, þeir verða að virða lög og reglugerðir, ganga skynsamlega bæði fjármunina sem að verðmætin skapa og skynsamlega auðlindina sjálfa. Þetta þarf að gerast og fyrsta skrefið í því auðvitað að það þarf að innleiða hér nýja stjórnarskrá með virku auðlinda ákvæði þar sem að litið á allar auðlindir landsins sömu augum og þeir sem hyggjast nýta þær fái tímabundin úthlutað tímabundnum nýtingarleyfum til þess að gera það til einhvers x tíma og þeir greiði arð og leigur af sínum nýtingarleyfum. Alveg eins og bara ef að maður leigir bara húsnæði í blokk. Það ekki hægt að úthluta húsnæði til allrar eilífðar til einhverja einstaklinga og fjölskyldna. Kerfið sem við búum við í dag hefur skapað hér fámenna auðmannastétt, útgerðaraðal, hina íslensku ólígarka og við viljum ekki sjá það til framtíðar. Ef það á að vera hægt að reka atvinnugreinarnar í landinu þannig að þær skili arði inn í samfélagið, að þá verða líka allir sem að þeim standa að gera sig grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni inni á því athafna sviði. Við nefndum áðan hver væri munurinn til dæmis þetta með fjarlægðina frá staðnum, gömlu útgerðarmennirnir hér í gamla daga. Þeir voru búsettir á staðnum, þeir skildu samfélagslega ábyrgð sína og voru í lifandi sambandi við það samfélag sem að þeir voru ráðandi í sem atvinnurekendur. Í dag þetta farið að snúast allt aðra hluti. Það komin fjarlægð og það komin tilfinningarlegu kuldi, það komin svona ákveðið rof á milli atvinnuvegana oft á tíðum, sérstaklega útgerðarauðvaldsins og samfélagsins sem að þó nærir það. Þessu verðum við að breyta og við gerum það ekki
Okkur tekst það aldrei nema okkur takist að vinda ofan af þessu óréttláta kerfi og koma einhverju skikki á nýtingu sjávarauðlindarinnar með tímabundnu nýtingakerfi. Aðalsteinn Árni, þú varst hérna formaður deildar í verkamannasambandinu eða starfsgreinasambandinu, fiskvinnslu fólks, það ekki til lengur, það svo fáir sem eru í fiskvinnslu að ég hitti Flosa, framkvæmdastjórann ykkar og var að tala að það þyrfti að endurvekja þetta starf því að það væri óþolandi að hlusta alltaf á sama fólki frá SFS, tala sjávarútveg, akkur ekki einhver talsmaður fiskvinnslu fólks við borðið, alltaf að tala við sömu konuna að við tala sjávarútveg í Íslandi, þá sannig það bara 2000 manns og fannst þetta svo væri ekki þess virði, en það var einu svona 12.000 mann sem unnaði fiskvinnslu. Hvað bara fiskvinnslu fólkið bara eina af þessum töpurum kvótakerfisins og við höfum bara ekki hugsað meira það? En alls ekki síðan í tapara vegna þess að ég, eins og segir, ég held að það voru þvílíkir fundir hjá fiskvinnslufólki hérna fyrir ekkert allt mörgum árum. Þegar ég var sem formaði þeirra á sínum tíma, það var bara stór fundur á Hótel Loftleiðum þá, það heitir nú hvað í dag, en alls ekki og ég ekki sammála því, ég held að menn eigi að halda vöxinni og reyna að hafa áhrif á þetta kerfi. Það samt sem áður það þannig að Ólína kemur inn á þetta enda þekkir nú vel til mála en málið það að það skiptir engu máli hvaða flokkar stjórna á hverjum tíma, það mennir bara ekki tilbúin að breyta kerfinu og það hægt að sakast við alla flokka og ég hef búin að fylgjast með þeim og bara hvað að fara og annað þannig að það sem að skortir á það einhver heilstæð umræða þetta og þannig að menn vilji breyta en ég búin að nefnd að við einhverja sjávarútvegsráðherra áþara kvótakerfið og hitt og þetta og þetta alltaf tekið upp til umræðu en svo gerist ekki neitt og áfram búið bara við þetta ég sé bara ömurlega kerfið eins og þetta í dag og fiskveiðistjórnarkerfið á rétt á sér sem fiskveiðistjórnar tæki eða sem stjórnun á því sem við veiðum úr sjónum en að öðru leyti það sem að framsal annað sem kom til sögunar að náttúrulega hefur gert þetta kerfið eða einhverjum óskapnaði sem allir tala að sé óskapnaður en samt engin tilbúin, engin flokkur tilbúin að taka á þessu kerfi. Það bara, við þekkjum dæmi bara, ef við tökum vera Bandaríkin, lyfjamarkaðurinn í Bandaríkjunum, við vitum að þeir eru bara rugl, en þeir bara stjórna stjórnmálunum. Við vitum að hergagnaframleiðslan í Bandaríkjunum bara rugl, þeir stjórna Bandaríkjunum og bara langt inni og töluvert árið bara á Frank og heimsmála. Erum við ekki bara í þeirri stöðu í Íslandi að ólígarkarnir stjórna stjórnmálunum og þess vegna eru stjórnmálin mun aldrei gera neitt til þess að skerða völdura? Ég er bara algjörlega sammála og ég sem að fylgist vel með pólitíkinu og að reyna að vinna einhvern framfaramála og hvort það sjávarútvegur önnur mála þá sé ég eins og nú koma einhver nýju þingmenn og það inn á þing og þá var menn meiri áhuga fyrir því að það sé hægt að selja vín á 1. maí og 17. júní opna löggjöfina þannig að sé þetta verið með átíðaferð opið á 17. júní og 1. maí heldur að taka á þessu kerfi sem við erum að ræða hér sem löngu tímabært og þarf að taka á en það bara ekkert, maður sér að það engin áhugi fyrir því en að miklu meir áhuga fyrir því að við getum farið í ríki á 1. maí eða 17. júní og versla okkur vín. Þetta bara staðan á Alþingi í dag og í pólitíkinni því miður og hvað getum við gert sér að breyta þess að ég veit það ekki af því maður svo þreyttur á því, ég er búin að lifa og hrærast í þessu og mikill áhuga maður þetta og annað. Ég skal bara viðurkenna það, ég hef enga lausn hvernig getur breytt þessu þannig að þetta verði eitthvað vitt í þessu. Sigurjón, nú fyrir við að stytta þetta eins, þú varst kosin á þing til að breyta þessu kerfi, Frjálslyndsflokkur var stofnað til þess að breyta þessu kerfi. Sérðu von til þess að þetta sé eitthvað skánar, erum við komin nærði að geta breyta þessu? Nú kerfið við bara vestna á tímabilinu, hvað að gerast? Von? Já, ég held að hluta þessu, hvað okkur gekk, hvað þetta gekk illa. Það var líka að umræðan var svolítið máli eins og þetta skipti ekki máli. Ef við vorum kallaðir í umræðuþætti sem að gerist örsjaldan á ríkisútvarpinu til dæmis, þá vorum við að ræða önnur mál en okkar hjartans mál. Og það var líka látið að því liggja jafnvel í opinberri umræðu að þetta væri eitthvað sem skipti ekki máli, það væri eitthvað vísindalegt og þetta væri einhverjir skrýtnir kallar út á landi sem fylltu þennan flokk. Þannig var svona áróðurinn og það kannski líka vegna að við vorum að berjast fyrir þá stóru hagsmununum. Nú eru fleiri og fleiri að átta sig á því að kannski voru þessi kallar út á landi að segja eitthvað viti og við erum kallaðir aftur inn í umræðina.
sem betur fer og ég held að þetta breytist og ég vil aðeins taka undir að með þér að hlutirnir hafa verið að breytast til hins verra. Það var á síðasta kjörtímabili að þá fór makrillin í heilu lagi inn í gjafakvótakerfið. Það var Hlýrin sem fór inn og núna ætlar feminískur sjávarútvegsráðherra að setja sandkolan og sæbjú sem þeir vita ekkert líffræðilega inn í kerfið. En það mjög auðvelt að breyta þessu kerfi og það eitt að ætla sér að breyta stjórnarskránni en það hægt að stíga önnur skref sem að eru kannski, myndi ég telja, það að opna umræðina árangur kerfisins sem þú ræðir eftir hálfa mánuði og það meira til skiptana eins og Sveinbjörn hefur sagt og það tækifæri vissulega fyrir fleiri og síðan þetta ef fiskur fer á markað þá hafa allir landsmenn geta allir keypt auðlindina með svona ákveðnu einhverju á sambærilegu verði. Það ekki svoleiðis núna. Það meiri segja að óbreyttu kerfi einhverju leyti verða til þess að það verði breytingar og færast þá í þá átt það sem hagstæðast í hagstæðustu veiðaferð og þá líklega og síðan kannski í þriðja lagi í þessu að þá það að efla smábátana. Það alveg vita mólust að halda það að strandveiðibátur sem með 16 öngla úti og veiðir bara í góðu veðri. En Sigurjón, ef ég má aðeins trufla vegna þess að ég ekki að fara þessi svona lausnum, sko, öll höfum við svona lausnum hvernig þetta vera. Ég bara velta fyrir mig, sko, sérðu ykkur að einhver von til þess að þetta breyti, sko, að því við vorum að tala að stjórnmálum var í höndunum og líkurkonum. Já, ég svo samfærður þetta breytist. Þetta svo gali kerfi að þetta getur ekki haldið á það. Þetta bara eins og Berlínarmúrinn, sko. Auðvitað, ég sá það ekki fyrir að hann myndi þegar hann brotnaði, en auðvitað, það þjóðin á móti þessu, þetta ekki að skila neinum árangri, þeir sem með allar þessar veiðiheimildir núna, þeir virðast vera óhamingjusömustu menn í heimi ef einu fréttina meira hálfgerð sorg og leiðindi. Þannig að ég held að þetta hljóta breytast og það sem maður kannski svona maður pínu vonsöki með núna að vinstri grænir sem núna með ráðuneyti skuli ekki ná tækifæri að færa hlutin í rétta átt, opna umræðina og af því ég held að það sem þú ert að gera bara hér, þetta bara þrekvirki og halda þessu þætti úti, svo sjáum við að verbúðin og fleira, þetta að breytast okkur í hag. Þetta að koma. Ok. Örn, þú ert búin að vera að andmæla kvótakerfinu áratugum saman kannski. Sérðu vona að þetta geti breyst? Já, ég kannski ekkert endilega búin að andmæla kvótakerfinu sem slíku, en ég vil náttúrulega ákveðna breytingar á því. Og ég tel að okkur smábátaeigendum hafi tekist að ná fram ýmsum breytingum. Það eins og til dæmis þegar tekið ákvörðun það að átt að setja alla smábáta inn í kvótakerfið 1. september 1994 og skipta á milli þeirra 2,18% af veiðiheimildum þorski. Það var tekin ákvörðun við þá á þinginu og hætta við þetta. Stofnast þess að þorskafla hámark sem gaf þeim 13,5% af þorskinum og til þess að nýta. Síðan hafa komið eins og strandveiðarnar og slíkt og síðan var þetta ákveðið þarna að hafa sérstakt skilrum á milli þannig að veiðiheimildi gæti ekki færst frá smábátaútgerðinni upp til stærri útgerðina. En síðan hefur það náttúrulega breyst aðeins að stærri útgerðina hafa einfaldlega farið að kaupa sig inn í krókaaflamarkið og veiða eða sem sagt að nýta sér þá möguleika sem þar eru. En eins og með strandveiðarnar líka, það alveg nýtt kerfi. Og ég get alveg séð það að almenningur til dæmis, hann mjög jákvæður út í strandveiðar og út í smábátaútgerðina sem slíka. Þannig að ég held að þetta séu tækifærin sem við höfum til þess að gera breytingar á kerfinu. Það að efla útgerð smærri báta. Og það bæði vistvænt og aflinn alveg til fyrirmyndar. Þetta besti afli sem hægt að hugsa sig að fá nokkra klukkustund að
frá því að nokkur klukkustundum að þá landað þessi afli sem veitur. Og ég held að þarna séu tækifærin til þess að færa á milli kerfana með því að efla útgerð smábátana. Það talandi um gæði... gæði... Eitt líka sem ég vil koma inn á, sem að ég vorði undrandi yfir, að þessar dreifðubyggðir og smærri byggðir sem eru kannski jafnvel háðar mjög mikið smábátunum, að það ekki gefið að við fáum stuðning frá bæjar- og sveitastjórnum hjá þessum aðilum. Og það finnst mér alveg með ólíkindum. Það þarf að grenja það út. Vegna þess að þeir eru tengt einhverjum stærri hagsmunum í gegnum sína flokka, líklega. Það ekki ósennilegt. Já. Herðu, ég ætla að fá að enda hérna á Unnidís, sem venjulegu manneskjur í þessu, vegna þess að þau hafa öll verið bara að rífastu kvótakerfið árum saman. Já, Hvernig, ég ætla að fá að nota þessi venjulegu manneskjur og mannfræðingi, hvernig virkar þessi umræð á því? Finnst þér umræðan á kvótakerfið vera þannig að hún sé líklegur til þess að ná fram einhverjum breytingum? Þú talaði svolítið þetta áðan, þú veist að tala mismunandi sjónarmið í byggðunum sem þú varst að skoða. Konurnar horfðu meira á byggðakvóta og svona samfélagslega gildi á meðan karlarnir voru mikið að tala um hagkvæmni og svona og þeir tóku ákvarðanir og kvóti fór burt. Sérðu fyrir þér einhvern veginn að við, þjóðin sem eigum þessu auðlind, að við eigum eftir að ná saman eitthvað svona sátt það hvernig henni nýtt, þannig að henni sé nýtt í þágu okkur allra? Þetta miður held ég ekki. Það eru alltaf mikil hagsmunir í húfi, þannig að ég held að það sé þarna, ég á mér eftir með að sjá það fyrir. Ég kannski sá það meira áður og held kannski fyrst áratögin að maður var hægt að breyta einhverju, en það eru kannski einhverja plástra meðferðir sem maður sér aðeins, en það er ekki hægt að breyta kerfinu held ég því miður, og þarna að það er bara svo opaslega stórir hagsmunir í húfi. En ég verð að viðurkenna að ég var bara einmitt út af þessum miklu deilum, þá var ég bara fegin því að hægt að taka þátt í þessari umræðu og fór að snúa bara útlendingamálunum, af því það eru margir erlendir sem að hissa þegar þeir heyra mig segja það, vegna þess að þar eru þau oft svo viðkvæm mál, en hérna er það kvótamálin sem eru svo erfið. Og ég held að það sé bara alltaf stór hagsmunir og alltaf valda mikið fólk sem að, og eins og Ólína hefur bent á, tengist stjórnmálum, og það er alltaf erfitt að breyta þessu. Ég er mjög svartsýn að það, að kerfið heild sé að breyta það. Það þýðir það að ég get ekki endað þáttinn á þér, það er bara þannig. Við getum ekki endað á því að við höfum raunverulega farið svo langt inn í ólígarkaveldið að það er bara að þeir munu stjórnaði og get ekki breytið þessu. Umræðan hvernig við erum að reyna að kljást við að sé svo erfið og grimm að við getum ekki náðu þessu. Þannig að Ólína, þú verður að gefa okkur einhverja von hérna í lokin. Ég veit þú ert að fara á tónleika, þannig að þú þarft að hita upp svolítið og opna hjartað þitt og huga, gefðu okkur von. Já, ég held bara að lykillinn að öllum breytingum sem verða að eiga sér stað til batnaðar í þessu sem öðru sé að siðvæða samfélagið. Okkur tókst það bara ekki nógu vel eftir hrun, og við höfum ekki, við ætluðum náttúrulega að það var mikil krafa siðvæðingu og siðferðilegan styrk eftir hrunið. Okkur hefur ekki tekist neitt ýkja vel frá þeim tíma að bæta betur, en það er auðvitað það sem við þurfum að gera og halda kröfuna á lofti að það sé eitthvað jafnræði og jafnvægi í þessu samfélagi sem að við byggjum. Við þurfum að passa að það myndist ekki og viðhaldist ekki þessi sterku hagsmunatengsl milli sterkra atvinnurekenda og stjórnmálavaldsins. Núna er staðan þannig að útgerðin og auðvaldið í landinu á sína fulltrúa inn í öllum stjórnmálaflokkum. Og ég bara, þegar ég hugsa það, þegar ég kom til leiks sem þingmaður þarna í kringum 2009, bjartsýn og trúið á það að tækist að nota viðspyrnuna eftir hrun til þess að koma á betra samfélagi og breyta meðal annars þessu leiða þetta mikla réttlætismál til lykta sem breyting á kvótakerfinu væri, og sjá svo síðan hvað gerist þegar vélarnar fara í gang, þegar hagsmunatengslin og hagsmunaaðilarnir byrja að stilla sín tannhjól. Það var mjög sár reynsla og þess vegna veit ég hvað við að eiga. Þess vegna verðum við verðum að halda uppi þessari kröfu
siðvæddari stjórnmál og kröfum heilbrigðari starfshætti og heilbrigðari kerfi, heilbrigðari mekanisma í þessu samfélagi sem við byggjum saman. Kæra þakki fyrir það og þá lýkur þessu kafla í skoðun okkar á kvótakerfinu. Þetta við vorum að ræða núna áhrif kvótakerfisins og byggðirnar. Næst ætlum við að reyna í þessu formi að segja sögu Samherja sem segir náttúrulega svolítið er náttúrulega saga kvótakerfisins í sjálfum sér. Síðan verðum við að ræða eftir 2 vikur, eins og hefur komið fram uppbyggingu fiskistofnana innan kerfisins og þá kannski koma Sveinbjörn og Sigurjón sem vildu ræða það mál núna og koma kannski að ræða það þá við fiskifræðinga og aðra sem hafa þekkingu og reynslu af þeim málum. Og svo höldum við áfram, við ætlum að ræða ýmiss konar rekstrarform og alls konar hluti í kvótakerfinu því að það náttúrulega endur þetta að tala kvótakerfi, við erum bara að tala samfélagið okkar eins og komið fram hér, við erum að tala raunverulega það hvernig við, almenningur, höfum mist völdin yfir hvert samfélagið okkar að þróast, bæði í litlum byggðarlögum og í landinu í heild í hendurnar á þeim sem hafa völdin og auðin til þess að stýra og láta stjórnmálið raunverulega bara dansa í kringum sína hagsmuni. Á morgun verður rauðaborðið eitthvað allt annað. Ég veit ekki ennþá hvað það er. Við erum svolítið að velta okkur fyrir okkur á samstöðinni hvernig við eigum að eiga við Úkraínu, hvort að við eigum að láta Úkraínu leggjast yfir alltaf þætti eða hvort við eigum að bara búa til sér þáttum Úkraínu. Við sjáum til. En ég þakka gestum minni kærlega fyrir Sigurjón Þórðarson, Sveinbjörn Jónsson, Örn Pálsson, Aðalsteinn Árni Baldursson, Unnur Dís Skaftadóttir, Ólína Þórðardóttir og hlustundum fyrir að staldra við og hlusta á okkur. Takk fyrir í kvöld.